Góðan daginn, kæru vinir, og velkomin. Við erum að fara í ferðin okkar og við vitum að vísu ekkert hvað umræðuefnið í þetta skiptið og þurfum kannski ekkert að vita það endilega, en þegar við höfum lokið þessari ferð og ræðunni þá erum við nú komin eitthvað aðeins nær því hvað veðrið var að fjalla um. Síðan hvað við gerum meira við það sem við heyrðum, hvort við notum það til að efla okkur í trúnni og styrkja okkur í trúnni og svona skoða betur það sem sagt var fyrir okkar trú. Það í sjálfu sér ekki hægt að segja neitt til það, en auðvitað það hvatningin alltaf þegar að menn eru að borða fræða sig það sem Guðs og það alltaf góðs viti að vilja fara þá leið að vita örlítið meira það sem að Drottinn að hugsa og velta fyrir sér, því að það sem hann hugsar og veltir fyrir sér í þínu þágu sem einstaklings og svo framvegis. Hann ekki eins og ég og þú oft á tíðum sem eru svona svolítið eiginhagsmunaseggir og viljum svolítið fara okkar eigin leiðir í einum og öðrum málum. Hann hugsar einstaklingin eins og vorum að tala hann hugsar mig og hann hugsar þig og kennir okkur, mér og þér, það sem hann veit. Og hann segir, orðið staðfestir það, að Drottinn viti allt. Þetta náttúrulega mikið og stórt upp í sig tekið, en þetta eitt af því sem að trúin og þú saman munu koma stað framlíða stundir, og þess vegna þurfum við, maðurinn, ég og þú, að rækta upp trúna í okkur. Ef trúin til staðar og ef trúin hefur fengið næringu og rækt við sjálfa sig, að þá hefur þú alla burði til að sjá það sem Drottinn að sýna og trúa því það sem hann að segja og að birta án þess að einhverjar skoðanir á verkinu kvikni. Skoðanir á verkinu til að mynda gætu farið út í þá sálma að við ættum nú kannski að beita svolítið öðrum aðferðum við fólk og boðunina en við gerum. Við erum sem sagt svolítið komnir í Guðs stað með verkið, en Drottinn segir þetta mun aldrei ganga. Og veistu hvað hann geti mögulega sagt meira? Að því vil ekki að það gangi svona. Og hvað geti hann svo mögulega sagt annað út inn í þetta? Ég hef talað. Þannig málið og sannleikurinn að Drottinn ekki til umræðu neitt sem hann gerir. Ekki til umræðu neitt sem hann að gera. En hann segir við mig og hann segir við þig, gerðu minn vilja og ég vil nota þig þannig, en gerur ekki minn vilja, þá ég því miður að láta þig bíða enn sinn, þangað til þú hefur áttað þig á að minn vilji skal vera og ekki ljáð máls á neinu öðru. Okkur kann að finnast þetta svo litið svona hart og allt saman það má vel vera. Og það allt í lagi svo sem að finnast hvað sem þetta. En þetta bara reglurnar. Þessar reglur förum við eftir eða við förum ekki eftir. Og reglurnar sem við erum að tala hér finnum við allar í orði Guðs. Og við getum auðvitað undirstrikað þann reikningar stað sem segir að við séum án afsökunar. Því að við erum vitsmunaverur, við eigum til trú,
Við erum fyllt heilugum anda og við getum farið í orðið og skoðað og kynnt okkur málin ef við viljum. Þá er engin hætta á því að uppkomi orð á borð við það og hugsanir á borð við það og skoðanir á borð við það, hvort við þurfum ekki aðeins að svona koma öðruvísi að boðuninni til þess að við fælum ekki alla frá. Svo fyrir utan það að þá veist þú ekkert hvað fælir fólk frá. Þú mögulega, hugsanlega getur fundið eitthvað í þínu fari sem þér fannst ekki notalegt að heyra og þú jafnvel getur staðfest sjálfaði einhver staðar á þeim stað að þetta hafi það bil fælti að svona verið að hrinda þér út. En það hefur ekkert með orð Guðs að gera. Heldur þína afstöðu, því að svona álit, ef það er til staðar, er af stífni, er af þrjósku, er af uppreisnargirni sem brýst fram í þér og mögulega með þessa skoðun þegar fram í sækir getur þú farið að velta fyrir þér hvort ekki væri rétt að svona veita einhverjum svona mildari aðferðum við boðunina. En þessi mildari aðferð, ég verð bara að hryggja sjálf á mig og þig með því að hún er ekki til. Orð Guðs eða ekki orð Guðs. Orð Guðs leiðir mann og konu inn í Guðs ríki, ekkert annað. Ekki fínu, sléttu, mjúku, þægilegu orðin mín. Þú verður að nota orð Guðs og svo þegar þú hefur þjálfaði upp í að nota orð Guðs sem þá trúuð manneskja, við erum að tala þetta til þeirra, þá muntu trúarðina vegna, kærleikans vegna sem býr í hjartaðinu, bera þetta fram mjúklega. Þannig að ég sé ekki að áhyggju efnið sé þetta að sé verið að bera orð Guðs allt og harðstæðlega fram, en þetta hefur maður heyrt. Fyrir hvern harðstæðlegt? Ekki fyrir mig, svo mikið er víst. En ég veit hins vegar, og ég sé það bæði með sjálfan mig og aðra, að það er margt sem við þurfum að glíma við í okkar eigin fari. Það er svo margt sem reisir upp í okkur þessa uppreisn. Gagnvart því sem verið að segja. Að það snertir okkur. Og við getum jafnvel verið með slíka bábilju uppi að sá sem er að tala sé að tala bara beint við mig. Eins og hann viti eða hún hafi eitthvað grun það, grænan grun það, hvað þú ert að velta fyrir þér eða í hverju þú hefur lent. Allt önnur manneskja á allt önnur stað og það hittist kannski ekki nema bara í kirkjunni. Hvað veit einhver annar þig og akkur ætti einhver annar að vera eitthvað að vera með þig í predikuninni. En lífið er svona og við erum stundum því miður að gera eitthvað sem við vitum að er ekki rétt gagnvart orði Guðs og svo heyrum við þetta í ræðunni og tökum það kannski til okkar sem er rangt að gera vegna þess að ræðan hún snýst lífið. Það er nefnilega áhugavert að vera með svona uppi hjá sér ofalega að ræðan hún snýst lífið. Þess vegna getum við sem erum í lífinu tekið ýmislegt til okkar án þess að ræðumaður hafi grænan grunum hver tekur þessu kannski óstindu. Það má fullyrða það að það er ekki verið að beina orðum til nokkurs manns í salnum, en þó má vera, allavega hef ég fengið það til mig þegar ég hef verið að tala, að þessi orð eiga við einhvern tiltekinn mann, en það er allt annað mál
að einhver orð sem að Drottinn talar í gegnum mannsmunn og hann gefur manni leið skilning á því að þarna þetta eigi við þennan einstakling eða hinn, það allt annað mál. Og ef viðkomandi heyrir þessi orð og tekur þau rétt, segjum það, þá blessun framundan hjá viðkomandi, ekki svipa eða barningur. Þannig vinnur orð Guðs aldrei. Það ekki gert til að vinna með þeim hætti, annað hvernig ég tek ræðunni. Það alveg tvennt ólíkt. Eins og við vorum að tala áðan, og þetta sannleikur, að ræðan, predikunin, hún fjallar lífið. Hefur áttaði á því. Og þú sem manneskja ert í lífinu, og þú ert að gera þetta, og þú ert að gera hitt, þú hefur gert þín mistök, þú átt þína sögu, og þér finnst stundum kannski að það sé verið að tala þetta í ræðinni. Þið sjáið að til þess að slökkva þessa elda, þá þurfum við að eiga trú. Og þegar við erum komin með betri þekkingu á því sem Guðs þá förum við að sjá og skilja að ræðan lífið. Og við getum þess vegna við viljum benda á sjálf okkur og sagt við okkur sjálf, ég í lífinu. Ég að gera fullt af verkum í lífinu og ég veit, þú veist, og við veitum öll hvert fyrir sig, að við höfum ekki alltaf gert alltaf rétt. Og einhver, ef hann ekki á varðbergi og ekki mikið að velta fyrir sér trú, orði Guðs og svo fram, hann gæti tekið þessu óstund upp, orðið til þess að viðkomandi segir að við verðum að bera þetta fram svona aðeins öðruvísi, svo þetta sé ekki að stuða mann og annan. Svo fyrir utan það sem voru líka að tala hér í upphafi, þá veist þú ekkert hvað að stuða mann og hvað ekki að stuða mann. Þannig að ég sé ekki að þetta sé fær leið að fara þessa leið, og ég sé ekkert annað, ég vona að hafa gleði í þínu bara, heldur hann að gera það sem Drottinn að segja. Mitt hlutverk segðu þetta með mér, mitt hlutverk að gera vilja Guðs. Ég ræðumaður, ég predikari og ég kennari, það rétt. Og ég tala það sem Drottinn vill að ég tali. Þú ert líka Guðs maður þó þú sért þetta ekki. Þú ert kannski í þjónustu við fólk, prívat og persónulega. Þar skalt þú líka, alveg eins og ég, leyfa Drottni að vera Drottni í þínu lífi. Og trúa því og treysta því að það sem þú gerir og segir við viðkomandi sé eitthvað sem Guð að bjóða að verði sagt. Þetta ekki áhyggjuefnið okkar. Þó einhver rísi upp í mönnum, við getum sagt að þetta uppreisnar andi. Og hvaðan kemur, hvað til að mynda nærir þennan uppreisnar anda hvort sem í mér eða þér? Það stífnin. Það ósveigjanleikinn, óvilji minn til þess að stíga og viðurkenna jafnvel staðreyndir. Það oftar en ekki vandinn. En ekki það að ræðumaður þurfi eitthvað að koma með eitthvað annað inn heldur en hann að gera, og svo fyrir utan það hefur hann ekkert leyfi til þess. Maður sem gefur sig út fyrir að vera Guðsmaður, sem ég veit að þú gerir og gerir mér réttu, við höfum ekkert enga heimild frá Drottni sem við þjónum og treystum og trúum til þess að gera neitt það nema það sem hann að bjóða. Við höfum ekkert leyfi til annars. Og að því að við viljum ekki hryggja hjarta Guðs, því að þetta hryggir hjarta Guðs, myndu það,
þá bara gerum við það sem hann segir. Nú við tökum aldeilis ekki undir það að það sem við gerum og segjum sé eitthvað stuða menn með einhverjum vitlausum hætti. Það bara kemur ekki til að reyna. Við sem að trúum, við trúum því líka að Drottinn sé mildur, hann sé kærleikur, hann sé náðaríkur og allt það. Og þetta rétt kennsla. Og akkur ætti hann þá að nota mann eins og mig og þig til þess að segja einhvað, gagngert til þess að hreyfa eitthvað við mönnum með óeðlilegum hætti. Hann getur alveg hreyft við mönnum. En hann líka tilbúið með smysli á þessi sár sem mögulega myndast. Þá veit hann af því og hann gerir ráð fyrir því og kemur svo með smyslið undir eins og þetta komið. Sem þarf að segja. Af hverju? Að því við lærum af því að heyra það. Þess vegna þarf að segja eitt og annað. En hver á að læra af því sem sagt ef það ekki sagt? Ef það einhvern veginn skauta framhjóði eða sagt ykkur önnur orð, svona blíð og falleg orðin að gæsalappa sem okkur finnst. Hvar þá Guð? Það ekki hann sem við viljum að fólk taki við? Af hverju viljum við fara einhverja baktjaldaleið með orð Guðs og koma einhvern veginn aftana til hliðar við fólks, staðan fyrir bara að koma fram fyrir það og tala það sem Drottinn að segja? Hann gerir það sjálfur. Ég held að hann hafi alltaf staðið augliti til auglitis við hvern sem var. Það svona lærdómur sem við þurfum að tileinkja okkur. Við verðum að vera með þessi mál á hreinu. Þá enga líkur til þess að uppkomi pæling, hvort sem hjá mér eða þér, að við verðum nú eiginlega bara að þinna þetta allt út. Þetta ekki nokkur leið að vera að tala svona. Svona hvernig? Höfum við velt því fyrir okkur? Hvernig svona erum við að tala? Erum við ekki bara að tala gott Guðs orð? Ég nú búin að vera lengi við þetta og í mörg ár og hlusta á alveg grilljón ræður. Ég man ekki eftir neinni ræðu þannig séð sem eitthvað bara stuðaði mann svoleiðis að maður bara gekk út eins og ég veit ekki hvað. Ég man ekki eftir því. Ég man ekki eftir neinni ræðu þannig séð sem að gerði annan að byggja mig upp. En ég get alveg viðurkennt það að suma ræður gera það ekki vegna þess að þá maður bara einhvern veginn þannig stendur og manni finnst ekkert gaman að vera það sem maður er. Og hverjum það að kenna? Ætti ég þá að segja að nú má nú reyna að nálgast þetta einhvern veginn öðru sig? Hvaða vit væri í því? Ég þá að leggja inn tillögu það að við þinnum þetta allt út? Nei, takk. Ekki ég. Ég veit ekki með þig, ég mun aldrei gera það. En ég vil bara bera þetta fram í því ljósi að Drottinn sé kærleikur. Og sá sem fullur af kærleika, við vitum það, hann segir ekki einhvað sem að fyrirfram stuðar menn. En ég veit að menn og aðrir gera það. Gagngert til þess að hreyfa við mönnum með neikvæðum hætti. En Guð ekki maður og maður ekki Guð. Guð Guð, maður maður. Og sumir áður en þeir verða trúaðir eru bara holdsins menn. Og holdsins maður sé með sjálfan sig á vondustað uppbuksan bara tóma ilsku. Svo segir ekki orð Guðs á einu stað í Gamla testamentinu að hugsanir hjarta manna ekkert nema ilska. Daginn út og daginn inn eða eitthvað í þeim dúr. Þetta nú maðurinn, svona hann. Af hverju? Það af einni ástæðu. Hann lifir í föllnum heimi. Hann lifir í heimi sem að setti lifandi Guð til hliðar og þegar hann var komin til hliðar þá bara flæddi ilskan yfir eins og hún leggur sig. Svo það eru þessi vondu dagar. Það ilskan. En Drottinn dró okkur úr þessar ilsku.
Og ég verð því miður að hryggja sjálfa mig og aðra með því að spyrja, hvernig getur staðið á því að menn tali þá svona mikið djöfulinn innan sinna raða? Hvernig? Hvar sérðu það í Biblíunni að þetta sé með þeim hætti? Til hvers var Drottinn að draga okkur úr þessum vondu dögum ef að jafnvel verra ástandið hjá okkur eftir? Hvaðan kemur þetta? Ég tel mig nú vera þokkalega að mér í Biblíunni, ég sé þetta ekki þar allavega. Hvorki í Gamla testamentinu eða Nýja. Það örsjaldan minnst á Satan þar. Við munum eftir dæmi með einhverja spákonu sem Páll og félagar, vinir okkar, hittu og konungur Egið elti þá með hrópum að þetta væri Guðs menn. Það væri nú betra að hlusta á þá. Og þetta gerðist í marga daga. Og Páll var orðinn svo þreyttur á þessu og hann sneri sér einn daginn að þessari ágætu konu og rak illa andan út af henni. Það þurfti nú ekki meira til þess að fjarlægja hann. Þetta kostaði ofsóknir á þessa stráka því að þessi kona, blessaða kona, hún gaf eigendum sínum fjármuni því hún spáði fyrir fólki með þessum anda sem var að tala í gegnum hana. En nú var hann farinn, konungur Egið orðinn laus við þennan anda sem hún sjálfst ekkert vita að væri þarna. Og þeir sem áttu, þetta sennilega verið þræll, þessi kona, menn áttu þræla á þessum tíma. Og hún náttúrulega, eftir þetta gat hún ekkert sagt og gat engu spáð og það var ekkert á henni að græða lengur. Og kallarnir, þeir bara ofsóttu þá sem að unnu þetta verk. Nei, við þetta bara fögnum og engum og sérilagi fyrir hönd konunnar sem laus við þessi óhreinindi sem hún var að bera. Það var eitthvað eitt orð frá Páli og þetta bara farið. Það svoleiðis með okkur í dag. Að það eitt orð frá okkur og þetta afbrið farið og það kemur ekkert aftur. Akkur erum við þá alltaf að tala þennan Satan sem alltaf í fyrirstöðu fyrir okkur, hann að gera þetta og hann að gera hitt, við fáum ekki þetta og hann að stendur fyrir mér og ég veit ekki hvað. Jú, það vissulega til saga þetta að Satan, eins og Páll segir aftur, hann segir að Satan hafi hindrað sig í að koma til þeirra. Þannig hann getur ýmislegt. En það segir líka frá því að andi Jesús hafi hindrað einhvern í að fara þangað sem hann ætlaði sér að fara. Af hverju? Sennilega vegna þess að tíminn til að fara þangað var ekki réttur. En Páll vissi að þetta væri Satan að standa í vegi fyrir honum og hvað svo? Ég hugsa hann að nú farið og þótt síðar væri þangað sem hann ætlaði að fara og átti að fara. Þetta það sem við sjáum í Biblíunni þessi mál. Og við sjáum líka annað afl sem við tegnum og tilbýðum að það stóð í vegi. En þetta ekki alltaf Satan sem að hindra okkur í að gera flottu verkin okkar sem að í ljós kemur svo bara tóm þvæla sem ekki alveg getur verið. Akkur haldið þið, kæru vinir mínir, að við séum að hlusta á orðið? Akkur haldið þið að við séum að tigna og tilbiðja Jesú Krist? Við erum að tigna hann og tilbiðja hann að við eigum til trú. Við eigum til heilagan anda. Við erum vernduð og varin af okkar trú og af anda Guðs.
náðin ver okkur. Hann segir það sjálfur, Satan, þegar þeir voru að tala saman og Drottinn fyrir að mæra þessi lifandi stórskap þjón sinn Jobb. Hann væri nú svona borubrattur ef hann væri ekki vendar og bak og brjóst af þér. Sagði Satan í sínu roka þetta. Hann kann ekki að tala nema svona. Þá kemur það í ljós hvernig þetta er. Hann lyfti sjálfur upp vendinni. Og það verður ekki að sögum að spyrja að hinn kom bara eins og flóðbylgja inn. En það var Guð sem lyfti upp þessari vend. Ætli hann, við skulum segja að hann væri að mæra mig þessi lifandi sóskup og Drottinn, eða Satan væri að ákæra mig, hann ákærir okkur, það allt annað mál. Og hann gæti sagt þetta mig, sama og hann sagði Jobb, ætli hann yrði nú svona borubrattur ef hann hefði nýtt ekki vendar þinnar. En ég held að Drottinn myndi ekki segja, eins og sagði við Jobb, Jobb. Ok, allt sem hann á er þitt. Þú mátt gera við það hvað þú vilt, en líf hans skaltu þyrma. Þetta á ekki við mig. Þetta var gert til þess að ég lærði á hvað hann er. Að hann er Guð. Þetta var sýnikensla. Gildir ekki mig, því hann myndi aldrei heimila þetta. Ekki heldur fyrir þig. Af hverju erum við þá svona upptekin við þetta? Ég bara verð að segja það fyrir mig, ég bara veit það ekki. Ég veit ekki svo sem hvað biblíumenn að lesa, en það, í biblíinu minni sé ég þetta hvergi, ég hef nefnt hérna 2-3 atriði, þar sem þetta kemur fyrir. Og ég hef líka sagt að bara menn sneru sér að þessu afli og þessu útnáði og það fór. Þetta er enn í dag svoleiðis því að Drottinn hefur ekkert breytt sér. Þess ég segi og ég endurtek, ég veit ekkert hvers vegna menn segja þetta sem þeir segja. En ég hef heyrt þetta oft í gegnum mína trúargöngu. Á þess að ég sé neitt að áfellast einn eða neitt fyrir það, þeir menn mega segja það sem þið vilja. En ég verði miður að benda á það að ég sé þetta hvergi í orði Guðs og svo má spyrjast við á hverju á maður að taka mark. Verðum við ekki að taka mark á orði Guðs? Þannig við sjáum að við getum ekki verið að leiða lengur hugana að þessum atriðum. Af hverju þá er ég að fá svona til mín að til dæmis það að mér gangi ekki vel með það sem ég er að gera og það séu ekkert nema fyrirstöðu. Ég reyndar þekki það ekki hjá mér nema svona bara eins og gengur og gerir. Af hverju? Er mögulegt að þetta sé einhvað sem við erum ekki að gera rétt? Einhvað sem við erum með ranga mynd af? Einhvað sem fæst ekki vegna þess að við ráðum ekki við það? Kannski er Drottinn bara að tala til okkar. Kannski er þetta ekki réttur tími til að gera akkurat núna það sem við erum að gera. Og þá geta alveg komið fyrirstöður. Andi Guðs hindraði mig í að fara þangað, segir Páll, eitthvað af þessum strákum. Drottinn veit hvað hann er að gera og hann talar þannig og gerir þannig sem er til heilla fyrir hvort sem er mig eða þig. Það er talað þessa menn í Nýja testamentinu og þetta gildir enn þann dag í dag. Því orðið er hið sama, Drottinn er hið sami, hann vinnur sömu verk og hann hefur alltaf unnið. Akkur gengur okkur svona illa að taka við sumt að við erum manneskjur og það rótast alls konar upp í okkur og við sjáum fyrirstöðu þarna og fyrirstöðu hérna og við erum óþolinmóð og við erum jafnvel, þetta fer í skapið á okkur og það
bætir gráu ofan í svart hjá okkur og það vitum við. Og út úr þessu kemur eitthvað nöldur og kvart og kvein og það bætir enn gráu ofan í svart. Því að þetta er ekki leiðin. Hvað segir þetta mér? Hvernig vinn ég á þessu? Ég geri það með þolinmæði minni. Veit ég, skil ég þetta orð þolinmæði? Ég tel mig skilja það ágætlega, já. Á ég til þolinmæði? Ég get sagt þér það í fullri hreinskilni að þar hefur hellingur áunnist. Hellingur áunnist. Og maður getur beðið sérstaklega þegar Guð er annars vegar og ég komin meira að segja á þann stað þegar ég sá það með eigin augum að það sem ég þarf af tækjum í Jesú nafni þau munu koma. Ég sá það þegar ég eignast mína fyrstu vídeóvél eftir að ég byrjaði aftur í þessu. Flott vél og allt saman það, en ég vissi að einn daginn þá myndi ég þurfa að endurnýja hana. Ég vissi það og þú veist það líka með þitt dót. En ég vissi ekkert hvernig í ósköpunum ég átti að endurnýja hana, því að þetta voru dýr tæki. Og svo líður og býður og árin líða og ég er að nota þessa vél í allmörg ár og hún er til ennþá, hún getur sig í lagi ennþá, en hún var samt barsins tíma og komin inn nýtt sem er miklu flottar og þægilegra og ég var náttúrulega farin að svona líta á þetta fyrir mig og svo viti menn einn daginn 80 orðið fyrir ekki einni vél, ekki 2 vélum, heldur 3 vélum, flottu vélum, margfalt betri vélar en hinn vélin var, sem var þó flott á sínum tíma, sem að kostar í raun og veru ekkert að reka. Þegar þessar vélar sem við erum að notast við í dag eru með hörðum diskum, en hinnar notuðust við spólur og það kostaði, ég held að það verið 1100-1200 krónur hver spóla, klukkutíma spóla og þú ert nú ekki lengi að taka upp klukkutíma og spólu þannig að þú varst alltaf að kaupa spólu og það var alveg hellingspeningur í þessum lið. En með nýju vélinni og því sem er í dag er þetta allt saman núllað út. En ég hafði ekki grænan grun það þegar ég eignast þess að hvernig ég myndi endurnýja hana. Ég vissi að einn daginn þá myndi hún ganga úr sér. En í dag er ég með allt aðra hugsun þetta vegna þess að ég sá, Drottinn sýndi mér það að ég skildi ekki hafa áhyggjur af þessu af því að hann er að nota þetta fyrir sig. Þannig ég hef ekki áhyggjur af því. Og það kemur að því að ég þarf líka að endurnýja þetta og ég segi það hér og hef oft sagt það, ég ætla ekki að fá mér verri og lakari vélar, ég ætla að fá mér betri vél. Hann skal að vera. Og hann heyrir þetta. Og hann tekur undir þetta. Þannig þetta er ekki mitt áhyggjuefni. Þannig þetta er ekki það sem mæðir mig. Heldur held ég áfram og ég hvet þig sömu leiðir til að halda áfram sama í hverju þú ert. Og séu fyrirstöður, þá athugaðu með það hvort að þær kom ekki bara hreinlega af þinni óþolinmæði. Ekki af neinum öðrum ástæðum. Óþolinmæði. Þú voru pirraður og það var þetta öðruvísi. En samt eru þetta eins og þetta er. Svo þegar líður og býður, þá slettast nú úr þessu öllu saman og allt í einu ertu komið og ámaður. Aldeilis fínt maður. En þú varst kannski 10 ára að því. Þú fékkst þessa hugmynd kannski fyrir 10 árum.
10 árum seinna er hún komin. Æði. Við erum að vera á Guðs tíma með það sem við erum að gera, því að hann hefur tíma fyrir allt. Andi Guðs, andi Jesú hindraði mig að koma til því. Sagði Pétur eða Páll, man ekki hvort var. Ég held að það nú verið Páll. Að því, samkvæmt þessu, þá var ekki alveg réttur tími á þessu hjá Páli. Það er aðeins að bíða. Og stundum er það þannig að það er ekki réttur tími á þessu hjá okkur og við þurfum aðeins að bíða. Og það heitir á mannamáli þolinmæði. Ég þarf þolinmæði. Og þegar ég hef lært þolinmæði, þá er enga líkur til þess að uppkomi þessi pirringur. Þessi uppetandi og slítandi pirringur sem er ekkert annað en nöldur. Þreytandi nöldur. Og það er slatti til að því. Og það er nú svo sem, maður er svo sem ekkert laus við hann frekar en aðrir. En þó held ég að nokkuð hafi áunnist þar. Og ég bið að þú segir sömu sögu að þessu leyti og hér er sagt. Því að það á að vera ávöxtur í trúalífi okkar kristinna manna. Ávöxturinn kemur af ræktarseminni við það sem við eigum. Hvað eigum við? Við eigum til trú. Við eigum til beint sambandi lifandi Guð. Og ég segi þér, heimurinn á þetta ekki. En þú átt þetta. Og hvað segir það meira? Notaðu það til vegsauka lifandi Guð í þínu lífi. Og það er líka verið að beina spjótum að mér. Þannig að við, hver sem erum ekkert undan þegin þessu. Við getum ekkert kennt fólki þetta og hitt og hafa okkur svo eins og svín sjálfur. En við erum bara Guðs fólk, menn og konur. Og við keppum eftir því sé allt í lagi eins og á að vera bara það. Og hvorki meira eða minna. Og við leifum að vaxa í okkur því sem heldur utan þessa þætti og eitt af því er þolinmæði. Með öðrum orðum, ég get beðið af því að ég á til þolinmæði. Og þá er ekki þessi endalausi pirringur yfir engu og öllu í mér. Og nöldur allt og ekki neitt. Fyrir hvernig er það? Ekki Guð allavega, svo mikið veit ég. Það er bara skilaboð til mín, elskaði vinur minn, að ég þarf að taka svolítið betur til hjá mér. Er ég til í það? Ég get nú verið neittur bara í það. Það get nú farið þannig. Jú, ég er alveg til í það. Fyrir mína parta og hef nú aldrei skert það. Og ég veit að Drottinn staðfesti það með mér og ég bið að hann staðfesta líka fyrir þig. Því hann á að staðfesta svona, því hann vill staðfesta svona góða parta í hvort sem er mér eða þér, en þeir verða þó að vera til staðar. Ég ræði öllum það. Og ræðan á að hvetja okkur til þess að fara út í þessi verk. Og þá tökum við aldeilis ekki undir það að við þurfum eitthvað að svona laga boðskapin eitthvað svona, gera þetta svolítið mjúkt, ekki hart og stíft. Svo fyrir þetta að þá er boðskapurinn aldrei neitt mjúkur og sætur og fallegur. Það er að segja, síðan borinn fram í kærleika. Og eins og ég var að segja áðan að ég man aldrei eftir neittni ræðu sem eitthvað var eitthvað bara svipa. Ég man ekki eftir neinu og ég er búinn að hlusta á alveg hellinga ræðum. Þær hafa verið misjafnlega góða svona fyrir mig, en kannski það sem var ekki kannski neitt sérstakt fyrir mig var annar alveg svoleiðis bara uppveðraður af. Þannig það er bara smekksatriði og er bara ástand mitt þá og þá. Og segir í raun og veru ekki einum eitt eða neitt.
Og það nú eitt af því sem að trúin vill nú að við gerum, að við komum inn í kirkjuna á stundirnar okkar, svolítið eftirvæntingafull eftir því sem að gera. Þegar við erum eftirvæntingafull, þá hlökkum við til að koma og það verður svona pínlítið spenningur af því sem að gera. Og þetta svo sem hefur maður upplifað í sjálfum sér að hlakka til að koma á stund. Það að vísu svo lítill svona hindranir í þessu núna á COVID. COVID alltaf að hrekkja okkur. En einn daginn þá fer hann nú sína leið og þá byrjar þetta allt saman á öllu sín krafti aftur. Þannig við verðum að gera þetta svolítið öðruvísi þangað til og þá bara gerum við það líka. Við erum ekki tætt. Við höfum ekkert að baki dottinn og akkur ættum við að detta baki núna. Ég sé ekki ástæðuna fyrir því. En ég held ég sé nú búin að tala í eitthvað ágætan tíma og við segjum þetta gott í dag og Konráð Rúnar Friðriksson þakka fyrir sig og heldur góðu verki í Jesú nafni áfram.